Já, góða kvöldið, gott fólk. Þetta er Axel, Pétur Axelsson, hinn illræmdi samsæringur. Vona þið hafið það gott. Ég já, bara komin slatta fólki að glápa á kallinn. Gaman að sjá ykkur öll. Ég hef nú ekki verið að gera neitt mikið af vídeóum lengi. Það er bara hellingur að gera í lífinu hjá mér. Ég er nú oft í einhver svona, já, bara mikið að gera, bæði í fjölskyldunni og í lífinu almennt. Ég vona að heyrið vel í mér. Þið megið sitja hérna á athugasemdirnar ef það er eitthvað vesen í hljóðinu, eða þið heyrið ekki eða sjáið mig ekki vel. Þá megið þið alveg tjá ykkur það. Og ég er þetta búin að vera að hugsa svolítið mikið Frelsi TV og þessa starfsemi hérna hjá mér. En núna skilst mér til dæmis að það liggi fyrir frumvarp þar sem að valdstjórnin ætlar að styrkja eða fjármagna svona aðeins eins og mig, sem er náttúrulega bara voðalega gaman. Og ég er einhvern veginn að raða. Ég setti mér nýja tölvu. Það var fjárfest hérna í fínni grafískri tölvu fyrir kallinn. Það þótti alveg bráðnauðsynlegt að gefa kallinum aðeins meira Speedy Gonzales. Hún var heldur þreytt. Ég var svona bara fartölvu sem var orðin frekar löt í þessum. Hún var orðin frekar löt í að vinna fyrir mig. Það nefndi ekki að standa í þessu mikið. En ef við hellum ykkur bara í atburðina, þá var ég nú á Harmagræddunum daginn. Þið hafa kannski heyrt það. Og þar vorum við að tala handtökur Roger Stone og ástandið í taugaspennunni á milli skal ég segja ykkur glóbalistana og þjóðistana, eða þeir sem vilja hafa stjórnarskrár og þjóðir og svona gamla fjölskyldukerfið, og svo glóbalistanir sem vilja bara búa í einhverjum fílabeinsturni og rukka alla hina fyrir skriljónir, sko. Og það er þetta eilífa stríð sem að er í heiminum. Það er hið óendanlega stríð. Það er á milli þess að vera svona fjölskyldu einingar, vera að træbal, vera nálægt náttúrunni og bara sjá sig sjálfur, svona láttu mig friðismi og sjálfismi. Og það sem er svo merkilegt er að sko, nú eru menn að skipta sér í svona fylkingar, kommunistar, fasistar og nazistar og sjálfstæðismenn og vinstri grænir og hvað við köllum þetta allt, en þetta er allt saman nákvæmlega sama pælingin. Þetta eru sem sagt hópistar og þetta eru individualistar eða einstaklingsistar. Og globalistar eða hópistar, þeir trúa því að það sé
eðlilegt og sjálfsagt að fórna einstaklingum fyrir hópinn eða hópismann, en einstaklingismar eru á því að einstaklingurinn er hinn heilaga, er þið allra heilagasta sem að þú getur aldrei brotið. Og þetta snýst all heimspeki heimsins, öll þjóðfélag heimsins, allt heimsins fjallar bara þetta. Þetta er málanna. Getur skógurinn höggvið niður tréð? Þetta hefur nú farið yfir í miklu smáatriðum, þannig ég ætla ekki að gera það aftur núna. En þess að Roger Stones og Trump og þessi átök í Washington eru svolítið merkileg. Það virðist nú ekki hafa mikið breyst á því stríðsglæpabæli. Þetta sjó þarna með Roger Stone var náttúrulega til skammar að hann var handtekinn með svona látum. Það eru ég hef heyrt fleiri með þessa kenningu mín að Roger Stone hafi skipulagt allt og Mueller sé í raun að vinna í samstarfið með Stone. Og það getur alveg verið, sko. Ég hef líka heyrt að þessar svokölluðu military tribunals, þær séu þegar í gangi. Það sé nú þegar verið að rétta yfir fólki og taka það að lífi. Og það mér skilst á, þetta er bara sögusagnir, eða svona þessu Q eða þessar lekandadollur, að það sé verið að byrja á milli levelnum og talaður að ekki sé til mannskapur eða afl til þess að taka þetta allt saman bara á einu bretti. Heldur þurfa að gera þetta í einhverjum svona áföngum. Og það er svo sem alveg mögulegt. En hins vegar hræddur það að í svona military tribunala þá sé nú flestir sem hengdir eru saklaus fórnarlamb eða svona eins og handteknu bankamennirnar á Íslandi. Allir bankaráðsmennirnir, þeir sem virkilega réðu ferðinni, löbbuðu allir bara frá borðinu eins og ekkert hafði í skorist. En þið hafið oft heyrt mig tala Kanamellunar og Brussels hórurnar. Og það virðist vera nokkuð rétt kenning hjá mér. Hérna sjáum við dæmi Kanamellu sem styður Guaidó. Guaidó er gaur bara sem lýsti sjálfan sig forseta. Hann bara var kosinn inn á þing og hann bara sagði, nú ég bara forseti. Og hann sem sagt fyrir okkar hönd boða ætti til frjálsra og heiðarlegra kosninga. Þetta er svo mikið að vilja og virða vilja fólksins. Sko þessi gaur er bara CIA plebbi, sko. Þessi gaur hérna, Maduro, er rétt kjörinn forseti landsins. Og bara núna í næstu áratugi þá hafa Bandaríkjamenn og verið með viðskiptaþvinganir og alls konar aðgerðir í gangi og eru í raun að segja sko að alþjóðasamfélagið þurfi að hafa afskipti af Venezuela til þess að bjarga þessu vilja fólksins eða bjarga fólkinu, sko. Að þeir sem sagt skapa vandamálið með viðskiptaþvingunum og núna voru Bretar bara hertóku gullið þeirra, nokkra $1 billion. Þannig að
þegar að ríki lenda í þessu, þau lenda í viðskiptaþvingunum þar sem þau geta ekki tekið þátt í þessu fjármálakerfi og síðan eru bara teknar einhverjar eignir og þá náttúrulega stoppar allt efnahagskerfið eins og að leggur sig og þá byrja alls konar vandamál, lyfja- og fæðuskortur og þá eru þeir sömu sem að valda lyfja- og fæðuskorti og krassa gjaldmiðilinn og þeir sem eru ábyrgir fyrir þessu öllu, þeir eru að hrópa núna á torgum að það þurfi að fara þarna bara með herskip og karpetbomba landið til þess að bregðast við vandanum sem þeir eru sjálfir að búa til. Og það er kannski eitt jákvætt við glæpastarfsemi Bandaríkjamanna, þeir eru aðeins heiðarlegri núna. Þeir eru bara farnir að segja hreint út, já, þessi gaur er bara burt með hann er eitthvað að nota peningana fyrir fólkið í landinu. Við ætlum bara að fara og eyðileggja það allt saman og við ætlum bara að yfirtaka olíufélagið og við ætlum bara að hirða allan arðinn. Sko. Þannig að það ætti nú ekki að koma neinum á óvart svo sem. Þannig að þeir eru eitthvað að reyna að halda áfram með sína stríðsglæpastarfsemi. Og þeir ætla ekkert að hætta því alveg í bráð. Og það sem hefur verið að gerast í Venesúela líka er að þar hafa Kínverjar og Rússar fjárfest gríðarlega mikið. Þeir hafa komið þar inn með mikið af peningum, fjárfest í olíuiðnaðinum og fleiri slíku. Og Bandaríkjamenn eru ekki hrifnir af því, þannig að þeir bregðast við því. Þeir sleppum eins og venjulega. Og þeir fóru fyrir þeir byrjuðu með þetta öryggisráð, þetta er alltaf sama handbókin sem þeir nota sko. Þeir byrjuðu með þetta öryggisráðs, kalla saman öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og þeir byrjuðu þennan darraða dans sem þeir byrja alltaf. Og svo byrjuðu að telja lið, hver er með valdaræningunum og hver er með sitjandi forseta og eitthvað svona. Og eiginlega urðu Bandaríkjamenn sér alveg til háboruna skammar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og Rússar eru eiginlega bara, skynsemi Rússa í dag er alveg með ólíkindum. Þeir sögðu, Rússarnir, þeir sögðu einfaldlega að þetta er bara tómt rugl. Fyrsta lagi á þetta mál ekkert erindi í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Einfaldlega vegna þess að umheiminum stafar engin hætta af Venesúela. Hins vegar er mikil hætta sem að Venesúela stafar af umhverfinu, Bandaríkjamönnum, Evrópu, plebbanum og öllum þessum stríðsglæpa drasli sko. Og þannig að þeir voru svolítið að hneykslast á því og svo voru þeir bara einfaldlega að benda á þetta sem ég er búin að vera að segja, að eina vandamál sem Venesúela hefur er aðgerðir þessar aðila sem þykjast alltaf síðan að fara að bjarga þeim. Og þessi lygi virðist einhvern veginn bara ganga upp að vissu marki sko, sem er alveg ótrúlegt. Og það er eftirtektarvert að Bretland frystir gullið hjá sér. Reyndar er ákveðnar líkur á því að ástæðan fyrir að þeir frysta gullið er að þeir eiga ekkert gull. Allt gull í Fort Knox og
og í Bank of England allt saman horfið. Það er búið að stela ræna því öllu. Og verð á gullu nú reyndar aðeins farin að dragast upp eða síga upp og sem bara gott. Og þeir sem að spá í markaðinn og hafa reynast hafa haft rétt fyrir sér í gegnum langan tíma. Þeir það sem sagt, þið munið þegar Lehman banki féll, þá bara hrundi einhvers konar spilaborg, stoppaði allt kredit, stoppaði öll viðskipti í heiminum, allt stoppaði bara. Og það sem hefur gerst síðan þá bara að vandinn hefur versnað. Þetta var ein bubla sem sprakk þá, sem var þessi veðlána braskarar, eða þeir sem voru að selja eða láta fátækt fólk taka lán sem það gat aldrei borgað. Svo var það selt sem bara topp skuldabréf til lífeyrissjóða sérstaklega, á meðal íslenskra og norskra. Að núna eru miklu stærri bublur að springa og hugsanlega springa þær allar á sama tíma. Það þetta sem kallað derivatives bublur, sem svona reisa svikamyllur sem allt fjármálakerfi heimsins, lífeyrissjóðir, ríkissjóðir, allt bara sogast inn í það svarthol þegar það springur. Og núna Deutsche Bank sennilega næst í Lehman, nema bara á sterum. Deutsche Bank einhver sagði sko, þegar að hlutabréf Deutsche Bank fara undir $8, þá spilið búið. Ég held að Deutsche Bank sé núna í $6. Þannig að það vitað að þegar að þessi peningakerfi, þessi frauðplast peningakerfi, þau hrynja með reglulegu, þetta sem sagt svona Ponzi svindl, og þau hrynja bara reglulega, það bara gerist alltaf það sem bara innbyggt í kerfið, þetta hrynur alltaf. Og þessi tegund af peningakerfum hægt að rekja 6-7 ára aftur í tíma til Sumara, ég held ég að fyrst, þá gerðu svona einhverja leirpeninga. Að það þessi elita sem búið að díla við í nokkur þúsund ár, þeir allt í einu segja bara, já, heyrðu, við eigum allt land og sjó og haf og allt, og þið þurfa að greiða okkur leigu fyrir að vera á landinu okkar. Og svo byrja þeir að búa til einhver svona matador peninga sem þeir sjá að prenta og gefa út sjálfur. Og með þessu draga þeir öll verðmæti heimsins bara heim í sitt kot. Síðan hafa þeir bara verið með ölmusu í formi einhverja brauðmóla eða bara morða. Þeir bara drepa þig. Þú átt ekki ósáttu við þetta kerfi, þá bara drepa þig. Og það þessi eilífi darraðadans sem í gangi öld eftir öld. Og fólk alltaf að koma af fjöllum. Það bara, hvað meinarðu, Axel? Allt eitt stórt samsæri. Þetta eitt stórt samsæri sem 6.000 ára gamalt. Peningakerfið blekking og geimurinn blekking og læknavísindin blekking og það eiginlega allt sem þú trúir á blekking, næstu allt. Og það eru tvær leiðir til að læra. Það önnur að læra reynslunni, sinni eigin reynslu og mistökum, og hitt að læra af öðrum eða sögunni eða reynslu annarra. Og ástæðan fyrir því að elíturnar vilja
mennta börnin okkar til að tryggja það að þau læri ekki af reynslu kynslóðanna. Þannig að það er stunduð skipulögð forheimskun á þér og mér og öllum hinum. Næsta mál sem ég ætla kannski aðeins að fjalla bara svona gamni. Nú ætla ég að glugga í stundina. Stundin eða. Ég þeir eru Þeir eru með eitthvað samsæriskenningar um Bárð bleika og ég hef ekki séð neina umfjöllun það hvað hún var að gera hann í útlöndum. Ég fjallaði það daginn. En það er annað sem ég vil leggja inn í þetta mál. Confession syndrome. Það er þekkt geðveila. Sjá hvað nýja tölvun er hraður. Það er bara og það er sem sagt það er ákveðið syndróm. Það er ákveðið þekkt syndróm sem fær fólk til þess að játa á sig alls konar furðulega hluti, þó ekki sé nema bara til þess að fá athygli og hugsanlega einhverja umbun eða einhverja greiðslur fyrir að taka skellinn. Og það er nú einmitt frægur sálfræðingur eða geðlæknir íslenskur, þessi Guðjónsson. Gísli Hannes Guðjónsson fjalla mikið um þetta. Að sko þeir að ráða með svo lögfræðing þetta fólk. Og ég get hjálpað hann að reymari litla Ég myndi fara fram á geðrannsókn yfir Bárði bleika. Þar sem að vera rannsaka hvort að hann sé haldinn false confession syndrómi. Og það er sem sagt mental disorder. Og þekkt í lögum líka. Þar með er búin að snúa stöðunni, þannig að hún þarf að sanna að hún hafi framið glæpinn. Það er svona allur gangur að því. Nú, er síðan verið að taka út gaur sem er á móti orkupakkanum og fleiri slíku. Og já, þættinum hefur borist skeyti. Er þetta of lágt fyrir ykkur hjá mér? Er þetta að hækka hljóðstyrkinn hérna? Og sjáum hvort að þannig að svona vannstilling á tækjunum aðeins eftir nýja setupið. Þetta betra núna, kæru lesendur. Og þetta sé miklu betra núna. En já, það er ekki öll vitleysan eins, sko. Þetta eru svona aðferðir sem eru notaðar til að taka út. Ég held reyndar að þetta mál gegn Jóni og þetta mál eru hugsanlega einhverju leyti. Já, nú er ljósendingin betri. Að ég held að þessi tvö mál þessi
og þetta sé svolítið tengt, sko, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé svolítið verið að taka út lið, sko. Og í sjálfu sér sjáum við það hérna, sko, við sjáum hérna svolítið glóbalista hórurnar, hérna þessar tvær. Þessi hérna kall svo, það var kannski heyrt í honum á Harmageddon, sko, hann bara, af því að þessi kall á þingi, þá hann að beita þennan plebba hérna ofbeldi. Það við sjáum músuna mína, já. Þetta lið ekki að vinna fyrir Íslendinga, það ekki að vinna fyrir þig, ekki að vinna fyrir mig, það að vinna fyrir Brussel. Þetta eru Brusselshórurnar. Þessi stelpa hérna, hún var sem sagt að læra innan gæsaleppa lögfræði í Brussel, sem að þýðir þjálfun, sko, eins og njósna, já, það svona svo kommunistarnir fóru allir til Moskvu að læra eitthvað. Fokk ofbeldi, þetta svona psyop, en eitt psyopið Me Too. Þessi hérna líka að vinna fyrir IMF. Það bara tilviljun. Allt saman í Brussel, eða svona Basel og Brussel og allt saman á því svæði. Og þið munið að Bárður Bleiki var þarna einmitt í Basel-Brussel svæðinu þegar að Stundin tók viðtal við hann, þið munið það. Gaurinn var þar. Hann Bárður Bleiki. Og hérna frú IMF sem ofboðslega sár líka, bara brugðið, sko. Þetta allt saman bara, þeir örfáu gaurar sem eftir eru í stjórnkerfinu sem að standa aðeins í lappirnar. Svona eru þeir skriðtæklaðir út. Það framkvæmt cirka svona. Nú, svo annað mál hérna. Þetta nú svona létt live bara í kvöld. Það hérna aftur alltaf sama ruglið í kringum þessa gyðinga og helför. Þetta heitir ekki helför, þetta orð vitlaust þýtt. Holocaust þýðir brennifórn. Og það var þýska þjóðin sem var fórnað á bálkestinum. Gyðingar bara trúhópur sem að síónistar misnota miskunnarlaust, sko, í pólitískum tilgangi. Ummælin harðlega gagnrýnd og Páll Óskar sakaður gyðingahatur og kynþáttafordóma. Hér sjáum við hvað heimskan vinsæl í dag, gengin langt í raun. Ummælin, ég var að hlusta á þetta áður en ég náði ekki að klára það alveg. Sko, í fyrsta lagi, bara í fyrsta lagi, Ísrael ekki í Evrópu. Ísrael í Miðausturlöndum. Þannig að hvað eru evrópskar sjónvarpsstöðvar að kunna ekki landafræði, eða hvað vandamálið með það? Sjá, þetta alltaf sama, alltaf sami heimsku hringdansinn, sko.
hann er náttúrulega pro-Palestína og hérna er á móti svona ógeði, svo er stundað þarna. Og þetta hérna er algjörlega Páll Óskar opinberar hér vanþekkingu sína. Hann veit ekki, eða allavega lætur eins og hann veit ekki tilvist síónista. Strategían er sú að gyðingar lærðu ekki neitt af helförinni, í staðinn umbreyttust þeir í nákvæma afsteypu af sínum ógeðslegasta óvin. Sko, seinni heimsstyrjöldin snerist ekkert gyðinga, hafði voða lítið með gyðinga að gera. Þetta, ég veit ekki hvort hann er með vísvitandi disinfo eða hvort hann er bara svona sennilega ekki áhorfandi frelsistími. Sennilega ekki. Og helförin er PR-stönd sem er stríðsáróðs lygi. Hvað áttu gyðingar að læra? Sko, þeir sem að fóru brjálæðis för Evrópu á þessum tíma og drápu milljónir manna, ef ekki tugir milljóna manna, voru síónistar og leyni frímúrarnir og það pakk allt saman. Gísli komur aftur fram. Gísli er ágætur drengur, mörguleiti. Ókei. Setja alla gyðingu til sama hatt. Þessi gaurar sem eru að gagna Pál Óskar setja alla múslima til sama hatt. Gjöru þeir eins og þeir vilja aðrir gjöru yður, og það ekki ykkur sem sagði það. Ég var allan að segja það núna. Antisemitismi. Sko, flestir sem allir búa í Ísrael eru frá Kazakstan og Palestínumenn eru sematar. Þannig að þetta antisemitisti er heimska. Það hefur ekkert samhengi í neinu. Þetta hefur engan vitræna merkingu, eins og svo margt. Hávær hóra. Já, þetta alþingismenn. Þetta er alltaf sama ruglið maður. Hvað áttu gyðingar að læra? Ég get bara sýnt ykkur svarið mitt við þessu hérna. Ég var búin að setja link hérna inn á líka. Það er bara eittur linknum, sko. Bandsettir. Bæjanir. Nei, Guðjón sést hérna. Þú voru búin að loka á hann, skilst mér. Síónistaríkið Ísrael segist vera málsvari gyðinga, en sannleikurinn er sá að 75% fólk af gyðingatrú á snillingur líkum þetta. Þetta þegja fréttamiðlar. Fréttamellur, stafsetningarvilla, ég var hérna. Ennfremur heyrðir síónistaríkið allar stríðsgáðar, þetta er árétt, stríðsgáðarbætur Þýskalands til gyðinga og nota til hernaðarbrögðs. Aftur þegja NATO-mellur. Same old story. Alltaf sama ruglið maður. Verkalýðsleiðtogi. Þetta er algjört. Þetta er svona ógeðsdrykkur.
Það er svona ógeðsdrykkur. En er ekki grundvalla misskilningur að Ísrael sé í Eurovision, Evrópu? Þeir eru ekkert í Evrópu. Þannig að þessi umræða er öll sem bara hrein heimska. Sem ég var reyndar búinn að segja 14 sinnum. 14 er 70 sinnum 7 eða ekki? Eða 7 sinnum 8? Nei, ég veit það ekki. Var eitthvað meira hérna? Eruð þið með einhverjar fréttir að henda á mig hérna? Vegagjöldin, já, nú eru þau að koma. Og hérna líffærin úr Íslendingum upp í skuldir. Núna verður mikið af fólki drepið. Þess að það verður framkallaður heiladauði með ákveðnum lömunarlyfjum. Síðan bara allt skorið úr þér og selt hæstbjóðandi. Það er líka ástæðan fyrir þeir vilja hækka fóstureyðingatímann eða fósturmorðatímann. Og það er að því að eftir sem barnið gengur lengra þá er meira verðmæti í líffærunum. Og hérna þannig að það er svolítið mikið í gangi, sko. Og það er ekki alveg útséð hvernig teningarnir munu falla í þessum matador. Það er nú ein ástæða fyrir að ég stofnaði einmitt Víkingaflokkinn. Þakka ykkur sem hafa komið í flokkinn. Víkingaflokkurinn. Hérna, þetta er sem sagt í lýðræðisríkinu Ísland þá er þessum flokki meinað skráning. Ég vil fara í Víking. Víkingar eru tribal. Ég hef ekki haft tíma í að gera þetta flottara reyndar. Þetta er flott bara eins og það er. Með stefnan okkar. Og það eru eitthvað 30-40 mann sem hafa skráð sig í flokkinn. Og hafa ekki heyrt bofs frá kallinum. Ég reyni nú að laga það fljótlega svona þegar tíminn gefur, þegar tíminn leyfir. En þið sjáið, ef við tökum bara þetta stefnumál Víkingaflokksins. Já, hérna er alltaf Víkingaspjall, ég mun opna þetta fljótlega. Meira hérna. Ég ætla ekki að hætta með þessa starfsemi, sko. Það bara mallar áfram. Núna er sem sagt Víkingaflokkurinn í banni hjá þessari stofnun hérna. Að hérna stofnun félaga, önnur félagasamtök, já. Held að við séum við erum almenn félag. Sem sagt, ef þið horfið á stefnu flokksins, þá er verið að lýsa hér yfir að starfsemi þessa fyrirbæris ríkisskattstjóra. Víkingaflokkurinn er að lýsa því yfir að þessi skipuleg glæpastarfsemi. Og hérna þannig að það þarf í raun ekki að koma neinum á óvart að þessi aðili neiti skráningu á félaginu. Það er í sjálfum sér ekkert óeðlilegt eða skrítið. Er þetta ekki réttur flokkur hjá mér hérna? Það var eitthvað sérstakt. Nei, það er undir þessari grein hérna. Almenn samtök sem að þeir sem sagt neita skráningu út af þeir neita skráningu út af samþykktum flokksins. Þeir hafa sett út á það sé ekki heimili og varnarþing. Heimili og varnarþing félagsins er
heimasíðan, það er bara þannig. Og ef það er eitthvað sem þarf að gera, þá bara hafa þið samband hérna. Tilgangur félagsins, svona ætlum við að ná markmiðum okkar. Allir eru velkomnir sem trúa heilshugar á. Takk eftir, ég skrifa þetta með I, ég skrifa þetta ekki með I, ég skrifa þetta rétt. Þetta hérna, það er tvennt sem var að gera athugasemd við, það er heimil og varnarþing. Sjálfum sér er þetta miklu hreinlegra heldur en að vera með þetta í einhverju pósthólfi eða einhverju rugl heimilisfangi. Því að félagið á ekkert hús. Það er ekkert hús í boði. Þannig að hvar geturðu skráð félag sem á ekkert pósthólf eða póstkassa eða neitt? Það er bara eðlilegt að skrá það hér. Og fyrir utan þá kemur þeim það ekkert við. Þetta sem að flokkurinn lýsir yfir sem skipulagða glæpastarfsemi, þeim kemur ekkert við hvað er í gangi hérna. Og ef að einhver er ósáttur við þessa samþykkt, þá bara skráir hann sig ekkert í félag. Þessar samþykktir eru í raun miklu heiðarlegra. Þær segja bara hreint út hvernig hlutirnir eru. Sko aðrir, ég ætla að fara aðeins á henni fyrir þennan sálm. Hérna er þess að þeir gerðu athugasemd við þetta og þeir gerðu athugasemd við þetta hér. Stjórnarformaður sem er ég, Axel Pétur Axelsson, hefur ákvörðunarvald það hverjir komi í flokkinn og eða geta verið í honum. Og hérna er einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála en stjórnarformaður hefur neitunarvald öll mál, það er ég. Ég get þess bara neitað öllu. Og stjórn félagsins er skipuð af mér. Það er engin stjórn, ég er alltaf stjórnarformaður. Sko. Og þeir gerðu athugasemd við þetta. Já, þeir gerðu athugasemd við þetta. Að ég var að stjórnarformaður hefur ákveðið að gera athugasemd við þetta. Þeir gerðu athugasemd við þetta. Og þeir gerðu athugasemd við að væri einn, sko. Þeir þóttu það á lítið. Það var 2. Það er bara eitthvað svona, þeim kemur þetta í raun ekkert við. Eina jobbið hjá þessum gaurum er bara að skrá félagið, sko. Stjórnmálaflokka. Þeir ráða ekkert yfir samþykktum þessa félagsskapar. Ekkert frekar en að ég geti sagt bara, já, heyrðu, sko, þið eru skipulag glæpasamtök, þannig að það er ekkert verið að hlusta á ykkur, sko. Í raun eigi þið bara að vera í fangelsi. Það er bara eitthvað skoðun, sko. Og nú ef að þetta fólk hérna sem vinnur hér er eitthvað ósátt við þessar samþykktir hérna, þá bara maður ferði ekkert í þennan flokk. Þá ferðu bara í eitthvað flokk eins og sjómannafélag Reykjavíkur, það sem bara einhver sem ætlaði í mótframboð við stjórnina, henni var bara hent út, sko, bara rekin úr flokknum með skít og skömm og það var bara strunsan fram með einn lista og hann var bara kosinn, með einhverju ofbeldi, sko. Og stjórnmálaflokkurinn, flokkur fólksins, sko, það er bara stjórnarformaður þar er bara rekandi fólk úr flokknum og yfirtók gjaldkera starfið og bara er bara fyllirí með hefti flokksins á brjáluðum ríkisstuðningi. Þetta er náttúrulega bara fullkomin sönnun á því að á Íslandi er ekkert lýðveldi, það er bara lýðveldi í gangi. Og hérna eru við feðgarnir, fyrstu stjórnarmenn flokksins. Og hérna er eitthvað raflum flokkin og svona. Og það er náttúrulega ljóst að þetta er svo fyndið. Þetta er svo fyndið að
að þeir sem eru að framkvæma þennan glæp hérna vilja ekki skrá flokki. Fjármálakerfið, þú veist. Og svo náttúrulega ef að þessi hérna glæpasamtök myndu nú bjánast þess að skrá flokkinn einhvern mann, þá er nú alveg eitt annað eftir og það er að fá bankareikning eða eitthvað til þess að safna peningum inn á. Þá er nú heldur að þessir gaurar vilji skrá mig eitthvað. Ég er bara að lýsa því að þeir eru bara skipulögð glæpasamtök. Þetta er bara að reyna að fara á námskeið það hvernig maður skammar sín. Og hérna er náttúrulega húsnæðismál. Það er bara hérna er sem sagt bara helgar þeir land. Annað sem ég ætla að setja inn líka. Orkumálin, já. Getum lesið þetta sjálf. Ég ætla ekki að lesa þetta fyrir ykkur í smáatriðum. Og takið eftir að mér sem formanni flokksins hefur aldrei verið boðið í neitt Sprengisand eða RÚV eða neitt. Sko. Það er bara fullkomið fjölmiðlabann á þessari starfsemi sem högrar sitjandi valdstjórnar mafíu. Þannig að það er svo sem ekkert nýtt undir sólinni með það. En ástæðan fyrir að ég fór af stað með Víkingaflokkinn er til þess að byrja ákveðna málefnavinnu, byrja ákveðin formvinnu. Þannig að við munum þegar að Lehman Brothers hrundi og síðan Ísland í kjölfarið á því. Reyndar var Ísland tekið í sömu spennitreyju og Venezuela er í núna. Það voru sömu aðgerðir, kreditreiting sett í 0. Ísland var náttúrulega bara varð fyrir árás frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og það er alveg rétt. Og þannig að sko þegar þetta gerist næst þá myndast ákveðið ástand og það er síðast náttúrulega þegar allt hrundi til helvítis, þá voru menn bara ekki tilbúnir. Þetta bara gerðist einhvern veginn. Quiz bang og enginn var tilbúin með neitt sko. Þannig að hugmyndin hjá mér með þennan fína flokk er semst að vera örlítið meira tilbúin næst þegar það gerist. Og á meðan að þetta allt saman er að gerast, þá er verið að eitra fyrir okkur. Ég veit að sumir sem að horfa á núna er ekki alveg sammála mér. En var nú eitthvað sem sendi mér þetta. Þetta munið Dekel. Ekki vissum að ég samþykki þetta hjá þessum aðila. Að þetta eru sem sagt spár. Þessi Dekel, dagl.com er sem sagt hluti af Military Industrial Complex. Þar segja þær að Ísland er 339.000 árið 2017 og að árið 2025 verði þeir 195.000. Og þeir spá því að þjóðartekjur fari úr 25 billjónum dollara í 4,2. Þannig að sjá hérna meðaltöl sko. Það vera tveir Íslendingar á hvern skverkílómetra. Eru núna 3. Íslendingar eru einna mestu landeigendur heims og það verið lengi. Military budget, já. 25 miljón dollara, þetta nú ekki rétt. Og hann lækki þá líka.
Og þetta mjög merkilegur vefur að mörgu leyti. Þú getið flett þessu upp sjálf. Það líka eru líka spár fyrir Svíþjóð og Noreg og fleiri. Þetta þýðir að það stendur til, ekki það sem ég er að segja, það sem að degal.com er að segja, 339.747 mínus 95.927 er að fækka Íslendingum 143.820 manneskjur. Og öll lönd þar sem að þetta er í gangi, stendur til að fækka svona mikið. Þetta er allt saman staðir þar sem að, eða lönd þar sem er mikið chemtrail. Þú getur fundið mikið af fólki fjalla chemtrail, það sem þessar fækkanir standa til. Og ég hef kannski tekið eftir hvað er mikið af fólki núna sem að er veikt lengi, pestina lengi. Þar meðal ég var alveg bara nokkra vikna pesti sem er eiginlega aldrei lasin, evar. Að ég var bara lasin alveg að eilífu, sko. Lengi lasin núna. Og það er af því að þeir eru með þessa þungmálma í chemtrailunum. Og það fer beint upp í nösina, efra hluta nasarinnar. Já, og þar fer allt í vitleysu, sko. Ok, hérna er Svíþjóð. Þar eru sem sagt 10 milljónir núna og munu fækka niður 7,2. Þetta verður sem sagt gert með chemtrail, bólusetningum og og fleiri svona sjúkdóma. Eitrunum, það verður bara eitra fyrir fólki og það kallað svartidauði eða eitthvað pest eða eitthvað. Norðmenn er í dag 5,3. Þeim mun fækka mikið líka. 2025. Þannig að það eru nokkuð alvarlegir hlutir í gangi og það er mikil dauða starfsemi fyrir framan okkur. Þetta spánna að vera með eitthvað rosatölu. 49 milljónir eru 28, sjáðu. Það er slatti í poka, sko. Þetta er rosa mannfall sem verður á Spáni. Sjáum Íran. Hvað er það að spá Íran? 82 milljónir. Engin breyting. Skriðið. Íran verður ekki með neina breytingu. Já. Þýskaland 81, 28, sjáðu. Vá. Þetta eru bara 60 milljónir manna, sjáðu. Þrátt fyrir allan þennan innflutning. Mexíkó 125, það er bara sama.
vex aðeins. Okay. Það geti hvaða tegunda löndum er verið að spá fækkun? Þetta er hjá okkur, Vesturveldunum. Svitzerland, sem að bankamafían býr. Fækkun þar líka. Íran, Belgium. Pólland, hvað er í gangi í Póllandi? 38, já, það er ekki mikil fækkun í Póllandi. Þetta er svolítið merkilega tölur, sjáðu. Hvar er Venesúela? Þetta er ekkert einnig stafsendingaröðin. Þetta er Danmörk. Hvað er gerast í Danmörk? Vá, bara helmingurinn af þjóðinni. Bangladesh. Þetta er að aukast. Lönd í Asíu eru Venesúela. 31, 29. Já. Við sjáum að það er eitthvað í undirbúningi gegn okkar. Og við erum alveg rosalega værukær. Trúum ekki á chemtrail. Allir bara einhvern veginn heima að runga sér yfir engu, sko. Eþíópía. Kona mín er nú frá Eþíópíu. 105 milljónir, 101. Fækkað 4 milljónir. Þetta er rosalega maður. Það er sannlega komið tíma á hérna Kambódía, það sem að Morris býr. 16 milljónir, 17. Morris veit nokkala hvað hann er að gera. Cyprus, Afganistan, það er ekki lesa. Já, þegar svo vitum við fréttina það sem að YouTube var að ákveða það að hætta að Nei, það er ekki að lesa meira um þessi morð, fjöldamorð, þjóðamorð. YouTube Birds, það blir Já, þetta er conspiracy. Þeir eru sem sagt að ákveða það að þeir ætla að taka niður samsæringa. Þeir ætla að taka niður alla sem að trúa ekki til dæmis á 9/11 og þeir ætla að taka þeir sem að trúa ekki á 9/11 þeim verður refsað og þeir sem að trúa ekki lygasögunni 9/11 þeim verður þeir verða traðkaðir í svaðið líka
og ég er nú væntanlega með í því og ég nenni ekki að finna þetta einu sinni. Maður var svo leiður á þessu öllu. Svo leiður á þessari vitleysu allri. En það er sem sagt, já, þið vitið enska rásin hjá mér, Scandinavian Report, og þar allt í einu fékk ég bara, núna rétt fyrir jólin, fékk ég bara tvö stræk á eldgömul, 2-3 ára gömul vídeó og bara, ég þurfti eiginlega að loka Scandinavian Report bara. Þeir eru búin að setja 2 á myndbönd lengst aftur í tímann. Það var bara 1 í viðbót og þá lokaði þeir öllu, sko. Ég er svona bara hálfpartinn lokaður á sinni. Og þeir sem eru að ritstýra YouTube eru ADL, Anti-Defamation League, og sem er rekið af síónistum og Ísrael, og Atlantic Council sem að er hluti af NATO draslinu. Þá muniði náttúrulega eftir hersýningunni sem var sem var heræfingunum sem voru á Íslandi í haust, munið, sem að kannamellina fengi að fara borð og tóta ykkur á herskipi. Og það er sérst Atlantic Council sem að ritstýrir YouTube. Og þetta sem að þessar heræfingar sem voru við Íslandsstrendur, þeir voru aðalega að þjálfa sig í internet ritskoðunum og lokunum og alls konar slíku. Sjá til þess að aðrir eins og ég komist hvergi á framfæri. Og allt svoleiðis. Ég er að skoða support, já. Já, það er sem sagt Atlantic Council er hluti af þessum Military Industrial Complex. Þannig að það er eiginlega bara, það er allt, við erum bara stödd í miðju svona einræðis eða totalitarian ástandi. Það sem allt er lygi og ekkert er satt, engin heiður, það er bara drasl, bara allt ónýtt. Nei, NATO source. Þið farið hérna inn á atlanticconsol.uk. Farið hérna. Þá sjáum við bara hérna NATO source. Þeir eru bara með beintengingu við NATO. Og upcoming events, þetta er algjört pakk, sko. Þetta er liðið sem við viljum losna við. Experts. Og sko, margir að tala það núna að, ég talaði það áður, ég talaði það og myndist aðeins á það í Harmagreton, að ég finn nú ekki stuðningsaðalega
En þetta sem sagt NGO fjármagnað af NATO. Ég fundið út af því sjálf. Já, ætlaði bara að segja eitthvað. Ég held að ég hafi þetta ekkert mikið lengra í kvöld. Nú stúdíó komið í gang þannig að ég get Guðjón vildi gera enskt vídeó hjá sér þannig ég ræddi í það. Ég fer til Stokkólms á morgun með syni mínum Bjarna og við verðum sennilega bara 1 dag, hugsanlega 2. Ég held að við náum að klára allt erindið á morgun. Leggjum af stað 5-leytið í nótt. Og þannig að Guðjón, ég get tekið það viðtal bara þegar ég kem tilbaka. Eða samtal eða hvað allt kalla. Og mér sýnist nú kameran vera miklu betri í þessari tölvu. Ég svo verið að skipta ljós hérna. Eða sérst softboxin, skipta softboxin. Og þannig að það verður nú eitthvað áframhald á þessu hjá mér. Og náttúrulega ef ég fæ ríkisstyrkinn frá henni Lilju minni. Allir vildu Lilju þekkt hafa þegar hún að dreifa úr buddunni. Já, þakka ykkur sem hafa stutt Frelsi TV. Ekki margir sem að styðja en þeir sem gera það glæðja hjartað mikið og gefa manni ástæðu til að halda áfram. Og ég hef nú lýst því áður að ég var alveg til að helga með þessu starfi en það hefur ekki verið fjárhagslegu grundvöllur fyrir því. En ég ætlaði líka aðeins að skoða meira með heimasíðunar. Sko ég náttúrulega ég þarf sennilega vera með einhverja sérhýsingu fyrir Frelsi TV og það vesen sko. Get ekki látið að tengjast neinu fyrirtækja veseni sem ég er með. Það er að gera svona ráðstafanir, maður þarf að fara svolítið varlega í þetta sko. Það það að aðskilja þetta meira. Og það er sérst vonar eða glæðir í mér ennþá að gera heimasíðu sem verður flott með og svona ákveðna aðri vinklar sem að hugsanlega verði með öll vídeo en bara vistuð hjá mér þannig að það hreyfirist ekkert þótt að YouTube-in loki sko þá heldur áfram íslensk síða sérst undir.is. Ég veit ekki hvort ég þarf að ganga svo langt að vista það á Íslandi til þess að það falli undir íslenska löghelgi sko. En núna segja þær reyndar að á þessu Super Bowl auglýsingapakka þar eru mikið svona predictive programming eða sérst framtíðar punktar settir þar inn. Og þar virðist stefna í svona EMP árásir. Það sem að bara elektróniska griddið þurrkað út af stórum svæðum. Og skoðið þennan dekil tölunar. Spurningum að flytja sig eitthvað starf það sem að spáð að tölunar fara upp. Það nú ekki alveg það sem ég stættu núna, ég í Svíþjóð. Ég var búin að minnast á það við konuna reyndar að flytja til Kambódíu og svona. Nei. Ég ekki að fara neitt. Það verður ekki næstinni hjá hana. En endilega styrkið í Frelsi TV ef þið getið. Og endilega ekki styrkja Frelsi TV ef þið getið ekki, skilja. Það er allt í lagi. Og munið að dreifa sem víðast rásinni. Það er engin hjálp með það frá samfélagsmiðlunum, dreifingunni. Það er bara
Facebook mín og hlustenda sem að getur bjargað því. En það eru sem sagt að falla tré og munu falla, það mun bara hrynja. Það verður algjör læti á næstunni, bendir allt til þess. Og það virðist vera með þessa sundrung í elítunni sjálfri og fræðslan öll farin út, fólk sér í gegnum plottin, rosalega stórir hópar af fólki sjá í gegnum plottin. Reyndar hefur verið að eins og þessi gulu vesti þarna í Frakklandi sem það var svona falsk frétt eða sviðsettur atburður þar sem einhverjir gul vestar átt að fara í íslenska sendiráð til að spurja búsáhaldabyltinguna, bara líka í boði sendiráðs Íslands í Frakklandi. Trúið ekki eina sekúndu. Þannig að ég líka aðeins verið að pæla í Lionel Nation, hann með þátt bara kvölds og mótna, hann hefur ekkert annað að gera og hann virðist hafa náð í gegn með einhverju stuðningi eða eitthvað. Það svo sem módel sem að ég væri kannski til í að skoða, vera með eitthvað módel þar sem ég tek vídeó með morgunkaffinu og síðan með kvöldkaffinu. Að það blundar alltaf í mér þetta Frelsi TV verkefni. Það hættir ekkert. En annars bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna í kvöld og þið alltaf velkomin aftur. Munið að dreifa og læka og fylgjast með. Það nú slatta fólki sem hefur runnið í gegnum kvöld. Og mér sýnist græjurnar virka vel. Það að hækka hljóðið, en ég held að skilst að það sé í lagi núna. Og ég tek þetta út á eftir hvort þetta sé ekki alltaf nógu gott. Og líka það bara svo mikið framþróun í þessari tækni. Allt að virka betur og betur sko. Menn þetta var svo böggað á tímabili. Ég var þetta yfirleitt með svo litla tölvu líka, það það ekkert við. Nú ég með aðeins betri tölvu og forritin alltaf að batna. YouTubein alltaf að batna með tæknimálin, þótt að pólitíkin versni og versni. En takk fyrir komin í kvöld og góða nótt.